nema svona öll sömur þá var ég í sveit, eins og tíðkaðist á mínum árum. En alla vetur í Reykjavík. Og hvar varst í sveit? Meðalandir eftir Kirkjubæjarklaustri, sem er náttúrulega hvað Eldfjöll varðar merkilegt svæði. Og var áhuginn á Eldfjöllum vaknaður strax þá? Já, í sjálfum sér náttúrulega Katla vakti þarna yfir og ég elst þar náttúrulega á sumrin ég þarna á bakkum Kúðafljóts sem að hleypur reglulega í Kötlu eldgosum. Jú, það sjálfsögðu vaknaði við það. Og námið? Og námið, svo náttúrulega lítið þessi hefðbundnu menntun og fer svo í háskóla. Og þar vel ég að fara í jarðfræði sem sagt og sitt hér í Háskóla Íslands ég í 4 ár. Læri grunnnám og tek svo svona sem kallaði PS-honor í lokin. Og síðan vinn ég í rúmt ár áður en ég ákvað að fara semst í framhaldsnám. Og þá verður við valin á Clermont-Ferrand í Frakklandi. Og hvað olli því að þú valdir Frakkland? Eldfjallafræði. Þetta nú Clermont-Ferrand var náttúrulega vagga eldfjallafræðinar í Frakklandi. Það var mikið af frægum köllum og duglugum í eldfjallafræðinni sem var þess virði að fara í læri til. Og svo sjálfsögðu heillaði líka frönsk menning sem hefði gert í mörg ára á þessi veit út af hverju og alltaf verið mjög heillaður af Frakklandi. Þannig að það fór tvennt saman, Frakkland og námið, sem var bara ideal. Hvað varstu mörg ár í Frakklandi? Ég í náminu í Frakklandi í tæp 5 ár, sem sagt, og síðan ég náttúrulega haft mikið samband við Frakklandi sjálfsögðu. En þá ég það reyna litla stelpu, sem að núna að vísu við nám í Strasbourg, komin til ára sinna var lítil þá. Já, hvað hún að læra? Hún að læra, já, hún í Strasbourg að læra það sem kallaði þjónustu hönnun eða service design. Sagt, já. Og hvað fórstu víða Frakkland meðan á náminu stóð í jarðfræðikönnun? Já, bæði í jarðfræðikönnun og bara að skoða Frakkland. Ég fór bara mjög víða. Eiginlega bara allt Frakkland. Þó að segja þá fullt af stöðum sem henni eftir að skoða Frakklandi stórt og mikið land. En ég vissulega, ég ferðaðist mjög mikið í Frakklandi bæði í tengslu við námið og hins vegar líka bara í fríum og ánægju því að skoða landið og kynnast land og þjóð. En eldfjallafræðin, hún teygir sig allan heim. Ertu ekki búin að fara víða í sambandi við rannsóknir og skoðanir á eldfjöllum? Jó, ég var víða í því. Ég hef náttúrulega unnið að sjálfsögðu mikið hér heima á Íslandi. Svo var ég náttúrulega í doktorsnáminu, þá var ég að vinna í Mexíkó, var ég með verkefni í mexíkonsku eldfjöllunum. Svo hef ég verið í Chile og þar í tengslum aftur við rannsóknir og þróunarstofnun Frakka. Og svo er Reunion, Indonésiu, Ítalíu, ég hef búin að koma víða við. Og svo öllum Atlantshafseyjunum sem er svona mitt sérstakt áhugamál þessa dagana. Þú varst mjög áberandi í sambandi við Holuhraun. Geturðu lýst því eitthvað hvernig var að koma þarna að þessu og vaka yfir þessu eldgosi? Var það eitthvað öðruvísi en önnur eldgos sem þú hefur kynnst? Já, það var náttúrulega, fyrstulega þetta var mjög langt eldgos, tók 6 mánuði, sem að olli því náttúrulega að svona í byrjun eins og alltaf er þetta svolítið panikk þegar mann er að gera svona átt að sjá því við hvað þeir eiga, en síðan verður þetta rútínu og eins og í tilfellinu með Bárðarbungu að þá var þetta náttúrulega mjög gagnlegt því að við byggðum upp þarna mjög öflugt gagnasafn sem tengist í hvernig svona gos ganga fyrir sig og sem að í raun er ennþá verið að vinna úr og á eftir að taka svolítinn tíma. En það er alveg klárt að þetta var mjög mikið upplifilsi og því að þetta var svona með stærri eldgosum á landinu. Þannig að já, það er bara mjög merkileg reynsla að fá eldast við það. Eru þið enn að vinna úr gögnum úr Holuhraunsgosinu? Já, við erum vinna úr gögnum og verðum að því næstu 10 ára alveg klárlega. Þetta var svo mikið af gögnum, þetta er 6 mánaða gos og við vorum með stöðuga vakt í meira og minna allan tíman, þannig að það safnast upp hellingur af gögnum sem tekur langan tíma að vinna úr.
Og þá ein spurning náttúrulega, hvar gís næst? Ja, hvar gís næst? Það gís á Íslandi, það er alveg klárt. Núna eru svona mest spennandi eldfjöllin sem núna eru, það er náttúrulega Bárðarbunga áfram og svo er náttúrulega Katla farin að hitta sig svolítið, þannig að það styttist í aðra hvora ef ekki báðar. Og hvernig gosi getum við átt von á úr Kötlu til dæmis? Já, það er bara standard sprengigos því að þar eru að blanda saman kvik og vatni og það þýðir bara, það er bara mjög sprengivirk kokteil. Þannig að þá fáum við eitthvað sprengigos sem getur varað í einhverja daga til vikur og við vitum það náttúrulega ekki að þá hvort að hver stærðin verður á gosinu en það verður klárlega fyrst og fremst sprengigos í Kötlu og sama náttúrulega ef við fáum gos upp toppinn á Bárðarbungu þá verður það mikið sprengigos. En verður þið aftur niður á sömu stöðum og síðasta þá fáum við hraungos sem ef það kemst út fyrir jökulinn þá verður hraungos en ef það er inn í jökulinn þá verður sprengigos. Hvaða staðir fyrir utan Kötlu og Bárðarbungu, hvaða aðri staðir eru líklegastir fyrir gos? Það er náttúrulega bara allt Ísland, allt gossvæði Ísland er líklegt. Það er í raun, við erum með eldgos á Íslandi á það til 2,5 árs fresti, þannig að það er alveg sama hvert er litið, þá er allt svæðið svo að segja líklegt til þess að fara af stað en eins og svona þessi forboðar sem eru yfirleitt í gangi þá eru þeir orðnir sterkastir í tengslum við Kötlu og Bárðarbungu þannig að ef það fer að koma upp á einhverjum öðrum stöðum og kæmi skyndilega þá eru forboðarnir þar mjög litlir. Hekla? Fyrir mér er það ekki líklega því ég held að Hekla sofnaði í 100 ár. Ég held að það sé mjög ólíklegt að hún fari að gjósa. En það getur svo sem vel verið en ég held ekki.